váka, ég var orðin þyrst og ég ánað að vera að koma með tebolla. Líka. Sjóðandi heitur tebolli hérna. Já, takk fyrir að hella upp á hann svona. Bara minnsta málið. Eitt bleikur í kvöldsári. Í kvöldsári, já, við erum að taka þetta upp svona svolítið seinnipartinn. En það engar reglur klukkan hvað teboð eiga að vera. Nei, þetta smá svona afternoon samt sem áður. Já, þetta afternoon, 100%. Þannig maður hittist ekki klukkan 8 á morgnana fyrir eitthvað teboð. Nei, það bara afternoon tea hérna. Afternoon tea. I love it. En þetta svo teboðu okkar. Já. Og það sem við ætlum að koma til með að gera í þessu teboði bara að spjalla. Bara spjalla lífið, tilveruna og Hollywood. Og Hollywood, sko. Það svona málefnin sem við munum koma til með að taka fyrir eitthvað sem tengist alveg Hollywood. Þú veist, og stundum innan Hollywood. En svo líka það bara hlutir sem eru svona kannski aðeins fyrir utan. Tengjast samt. Já. Þannig að kannski gott að taka fram að þetta ekki hvað var að gerast í vikunni. En þetta svona kannski stærri málefni. Meira umfram það. Umfram það, 100%. En enga síður ef það gerist eitthvað rosalegt. Þá tökum við það sjálfsögðu fyrir. Já, ef þetta annar Jordan, þú veist, vákað dott út mér, hann Tristan Thompson í svona mínúti. Já, bara hvað gerðist? Ég veit ekki, ég var heila blóðfallið það. En ef það kemur annars svoleiðis mál, við engar ágjör að við munum ræða það í baka fyrir, sko. Það verður glóðvolt. 100%. En við erum alltaf bara búin að vera vinkonur í bara 7 ár. Já, 7 ár. 7 ár, það ekki? Ég alltaf að segja 8 ár. Já, 7 ár. Það lukku tala. Við eigum bara anniversary bara núna í þessum mánuðum, sko. Það? Já, 7 ára. Stóran byrjaði í MS, við kynntumst í MS, öðrum Beck, og voru bekkjasystur. Bekkjasystur. Og við verum óaðskiljanlegar síðan þá. Já. Myndir ekki segja það? Jú, þrátt fyrir að þú fórst til England í 3 ár. 3 ár og svo 1 ár til Boston. Þá náðu við samt að halda okkar samskiptum. Já, það þú veist, fjarlægin, hún sleit okkur ekki sundur. Nei. Og mun ekki koma til með að gera það. Aldrei. En þannig í einu munur núna það, þú veist, hversu oft hefur við sitið saman, spjallað alls konar hluti. Þú veist, slúður, ekki slúður, málefni, bara hitt og þetta. Bara lífið og tilveruna. Lífið og tilveruna og daginn og veginn. Já. Einu munur núna að við erum með mæk fyrir framan okkur. Já. Og við erum að leyfa ykkur öðrum að hlusta. Já. En ekki bara hlusta. Líka horfa. Á YouTube. Já. Þannig að við erum með YouTube channel líka. Heitir bara Teboði. Og það öllum velkomið að horfa. Sem ég mæli mikið með að pröfa. Já, og líka það, því að það sem sniðugt við YouTube að ef við erum að tala eitthvað og þú ert kannski að hlusta og þú veist ekki hvernig við erum að tala. Af því það gerist oft sérstaklega innan svona, þegar maður nefna mikið að nöfnum og þannig. Nákvæmlega. Ég mjög góð í að gleyma nöfnum en ekki andliti. Einmitt, já. Þannig að þú veist, með leikar og svona, þá oft ég svona, hver er þetta aftur? Sé mynd. Það bara, þessi. Nákvæmlega. Þannig að ef við erum að ræða þannig hluti, þá munum við alltaf koma til með að setja myndir á YouTube inn í vídeóið sem sýnir, ok, ég er að tala þannig gæja, þannig gæja. Og eða þetta atvik. Já, nákvæmlega. Það er skemmtilegt að kíkja á það. Þannig að fólk er velkomið að kíkja á YouTube channel okkar, svo að fylgja okkur Instagram. Að sjálfsögðu þurfa að fylgja okkur Instagram. Já, að því að svo skemmtilegt, við ætlum að svona inklúta alla sem er að hlusta. Já. Mikið. Við ætlum að hafa alls konar svona questions í Instagram story og posta svona efni þar. Spurningar. Já. Heyra skoðanir annara. Því að við erum til dæmis, við erum alveg svartkvítt. Já, alveg svartkvítt. Það því að þú til dæmis, þú horfir á podcast. Já, ég horfi. Ég hlusta. Já. Þannig að það er eitt sem sýnir hvað við erum öðruvís á þeim tveim vinklum. Já, og svo líka bara þegar kemur að Hollywood slúðri til dæmis. Einmitt. Það er guilty pleasure hjá mér og það er bara flettir. Það er bara pleasure fyrir mér. I love it. Já. Nei, en já, þetta verður skemmtilegt, sko. En líka gaman að segja fyrir því að styrktaraðali þáttarins. Já, Laugarspa. Laugarspa. Organic skin care. Algjörlega. Þú hefur lengi verið að nota þessa vörur. Bara í mörg ár og svo þú líka. Það er nefnilega svo fyndið. Pældu í því, því að það er ekkert eitthvað allir sem vita þetta. Nei. En við vorum báðar að vinna í vörklass. Í vörklass og í Laugarspa. Já, í Laugarspa. Og þegar við vorum að vinna þar, þá kom fyrsta vörlínan út. Og hvað var þetta 2013? Ég hef ekki hugmynd. Var þetta 2013, 2014? Ekki 15.
Þetta var, já, 2013-14 kannski. Já, ég held það. Ég myndi Já. bara gíska 2013-14. Eitthvað í kringum þann tíma. Þannig ég man þegar við fengum bara kynningu á þessu, bara við sem Það var bara starfsmennir. fyrstu kynningin bara sem var af lega spæðurunum. Já, svo er þetta partur af jólagjafan okkar Já. frá Vörklass og við hefum ekki snúið baki þetta síðan þá. Nei. Við erum eiginlega búin að þekka þetta vörumerki síðan bara Það jafn kom lengi út. og við kynntum þekst. Já, í rauninni. Váku það er sérstakt. Já. En hvað myndir segja, að ég náttúrulega síðan flutti út og eitthvað, þannig ég hef ekki fengið að vera jafn mikið alltaf með þetta bara inn á baðherbyggi hjá mér. Nákvæmlega. En þegar ég verið á Íslandi hef ég reyndi að vera alltaf með full stokk af þessu. En hver er svona uppáhalds þín vara? Þetta er erfið spurning. Ég myndi segja skrúpurinn. Já, Hann saltskrúpur og það er svona olía í honum. Það er svo næs. ég skal trúa því. Svo fullkomi líka til að taka af sér gammalt brunkukrem á henni. Já. Að því hann bara leysir allt upp. Einmitt. Og svo bara allar olíunar hana. Þau eru að koma líka með glænýja línu Einmitt. sem að eru serum og svo eru með C-vitamin og E-vitamin sem ég er mjög spennt að pröfa. Já, við, ég er líka ógeðslega spennt að pröfa það og við erum alveg svart og hvít þarna líka, sko, þegar kemur á húðvörum af því að þú ert miklu duglegri en ég í rauninni en ég er svolítið bara svona, hei, hvað er til henni í skáp og eitthvað, sem er ekki gott. En maður það bara sitja á dálítið fyrir fram að þig og Það er svolítið svoleiðis og ég er bara rosa spennt að svona bara dempa mér aðeins onni í þannan geira, onni í þannan heim, sjá hvort þetta skil ekki einhverjum árangri á húðinu minni sem á elvest eftir að gera, sko. Mjög spennt að sjá það. Já, en ég myndi segja uppáhalds vara mín núna hjá þeim, sé nýja ylvatnið þeirra. Oh my god. Kasmír. Já. Bara eftir grínast. Ég glemdi því. Líka bara gaman að taka fram að það er ekki til neins annars þar í heiminum. Nei, það er líka fyrst getið sem er komað með ylvatn. Já. Sem er geggjað. Ég bara, einmitt. Pakningarnar er ógeðslega fallegar. Ógeðslega fallegar. Bara lyktin, ég hefði bara nýja uppáhalds ég látum við núna. Ég er mjög spennt allavega, ég að vera með þetta daglega og ég veit að ég hef oft hrósað þér fyrir góða lykt og þú ert búin að eiga þetta. Ég var nýlega búin að eignast þetta og mjög spennt að fá hrósin mín líka. Þau koma leið og sittur þetta. Já, ég er ógeðslega spennt. En við auðvitað bara geggjað að vera að vinna með Laugaspa og það verður gaman að segja ykkur frá fleiri skemmtilegum hlutum frá þeim, sko. Algjörlega. En í dag, málefni sem við ætlum að taka fyrir í dag. Gleymd Hollywood pör. Hverjir deytuðu einu sinni? Já. Og við ætlum að byrja að fara yfir alla þá sem að ég og þú hafa deytað. Já. Új, pælti því. Já. Hræðilegt. En heyrðu. Hræðilegt. Nei. Það er svo, nei. En eins og við töluðum áðan, að þá ætlum við að inklúta alltaf þá sem að horfa og hlusta inn í þættina. En þar sem að í rauninni engin veita þessum þáttum núna, þegar við tökum þetta upp akkurat núna, vonandi veit ykkur aðeim núna því ykkur er að hlusta núna. Já. En þannig að við munum koma til með að nota tebóði Instagrami, en við þurftum að fara smá stýttirleið núna. Já. Og ég fekk afnót á mínu hinu Instagraminu mínu, sem er tevikunar, og ég sem sagt spurði þar inni. Og ég er ekkert búin að segja því neitt. Nei, hvað spurður þú? Ég spurði hvaða Hollywood par, / hjón, sem eru saman eða voru saman er þitt uppáhald. Þannig að hvað myndir þú segja? Mér langar bara að vita frá þér. Hvað er þitt uppáhalds Hollywood par? Ok, segðu fyrst sem er saman. Fyrsta sem er saman. Sem er saman í dag. Oh my god, fyrst sem þetta er hug bara Kim og Kanye. Já, sorry, ég verð að vera sammála. Það er bara flottasta parið sem þetta er í hug. En ef ég myndi sjá fleiri pör og myndi ég örgulega. Já, og það eru mörg ótrúlega flott. Chrissy, þú veist, Tegan og John Legend. Já, þú veist, það er ógeðslega mikið af flottum, en það bara verður að vera þannig. Ég veit það. Þau er líka bara eitthvað svona, ég get ekki, ég var alveg pælt í þessu, ég fekk eitthvað spurningu, hverjum geti Kim verið með öðrum en Kanye? Ég get ekki svarað þessu. Ég get ekki ímyndað mér það. Ég get það ekki. Nei. Það var eitthvað sem sendi mér eitthvað svona Drake eða eitthvað, ég bara, sorry, nei. Mér finnst það ekki pass. Nei. No, don't happen. Nei, en fyrst, ég er bara sammálaður, Kim og Kanye 100%, sko. En sem að voru saman. Jennifer Aniston og Brad Pitt. Er það ekki? Það er sjúklega basic svar. Ógeðslega basic. En ég er örugglega sammálaður, sko. Það er bara fyrst sem kom í hausinn á mér og þau eiga að vera saman. Já, ef ég ætti að velja annað par sem að, þú veist, það er enginn búin að gleyma þau voru að deyta, en ég vil bara þau séu saman, er Kylie og Travis. Já. Skilur. Já. Það er svona
þau voru, ég held þau sé alveg en þá eitthvað að dingla sér þau eru ofta eitthvað saman á einhverjum TikTok-vídeóum ok, ég er ekki búin að sjá það nei, bara eitthvað svona, svolítið síðan en allan á meðan hérna sóttkví var í gangi þannig þá var hann heima með henni en náttúrulega maður veit ekki hvort það sé bara út af stormi eða einmitt, en ég allan að, ég samlað Jennifer Aniston, Brad Pitt Travis og Kylie sem voru saman ertu með eitthvað annað sem eru saman? Fyrir utan Chrissy og John Kim og Kanye, sko Will Smith og Jada Pinkett Smith voru alveg gett uppáhaldspar hjá mér þannig að þú heyrðir allt hvernig þið voru sorry, það bara það breytti ykkur þetta er eiginlega þetta fyrir mig líka það ekki, það breytti ykkur svona chemistry mér fannst það svo mikið power couple en svo var ég ok, en þú veist, þau eru líka alveg power couple þó sem ég er búin að gangi í gegnum eitthvað einmitt, algjörlega en hérna, ég sem sagt spurði og ég get náttúrulega ekki séð því að fólk sendi bara einn texta þannig ég get ekkert eitthvað séð þú veist, yfir burðar hérna, vinning einmitt, en samt myndi ég segja að algengasta svarið sé Kylie og Travis það ég myndi segja Kylie og Travis sumir sögðu náttúrulega bara Kim og Kanye því að bara basic eins og við það var náttúrulega sagt Jennifer Aniston og Brad Pitt við erum vel samanlega þessi en er eitthvað skemmtilegt sem við erum að gleyma hana? Sko, einhver hérna segir Chloe og Lamar þegar þau voru saman ég er svona pínu ósátt með það ég veit ekki alveg með það mér fannst það ekkert spennandi og þættirnir bara voru þeir ekki flopp eiginlega sko líka hann var bara ömuleg við hana þegar þau voru saman einmitt. Og maður svolítið metur það út frá því sko og hann mér svona, ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað svona skrítið á peninni, mér fannst Chloe og Tristan mjög cute par mér líka bara þetta, mér fannst það ógeðslega leiðilegt þegar allt gerðist sko, mér líka ég er svo sammálaður Chloe og Tristan sko 100% og voru bara match bara þú veist, þegar maður leit á þau það var bara match og þau bara búið til ógeðslega fallið börn augljóslega þannig að þetta var ógeðslega sorglegt og er ógeðslega sorglegt en og því það er ekki þetta að snúa tilbaka þetta er bara, it's a fact en samt eru þau saman í dag pældi því en ok, það er eitthvað sem við förum í bara seinna við þurfum að taka eitthvað þátt sem bara snýstum framhjóld af því að það er einmitt einina sem segir Beyoncé og Jay-Z þrátt fyrir að hann sé dick framhjóldri en hún er bara queen það ekki einu svona í hug það kom ekki svona upp í hausin á mér þau hafa skemmt það sjálf þú veist, ok, ég er alveg sammála því að vera opinber og tala hlutina sem hefur gengið í gegnum en ég get bara ekki borið saman respekt fyrir ykkar hjónabandi en það er náttúrulega bara hann er að eyðileggja það, skilur ég segja það hún er náttúrulega bara að tala um það en ég myndi örugglega vera bara their number one supporter ef ég myndi ekki vita af þessu en þetta á bara fyrstilega ekki að gerast fyrir utan það á það bara ekki að gerast ég veit það ekki allavega þú veist eins og þið fóru á tónleikana þeirra, Beyoncé og Jay-Z sem við fórum báður á það fórum báður á fyndið fórum á saman tíma, nei jú fórum á saman tíma já, þú varst á gólfinu og ég var í sæti alveg ég var á gólfinu með Gunna, kærastan mínum og þú varst í sæti með Jóhannu þannig að við vorum á sömu tónleikum það var þannig ég held að Sabrina og einhvern mínu líka verið akkurat saman tíma sem við tónleikum líka það? Já. Hún var það? Já, svo fórum við hitta þær eftir þetta var allt tilviljun vá, geggjað, þetta var allt tilviljun manstu ekki, ég kom út með miðana já, þú komst með mig, alveg rétt herðu, ok, smá útusnúningur en aðeins hérna, en já og sumir segja hérna Justin Timberlake og Britney Spears vá, glemt já, það er pínu glemt, sko svo segir hérna Zac Efron og Vanessa Hudgens nei, hjálp ertu nei þar? Ég er dálítið nei á Vanessa Hudgens bara, ok ég veit það ekki, ég veit ekki hvað það er þú getur ekki pinpointa? Nei, það er eitthvað við hana sem ég er svona já samt bara mjög sæt og flott stelpa, skilur já en mér finnst Zac geta betur, to be honest já, ég skil alveg hvað að meina, sko ég hef aldrei eitthvað svona gett dottið inn í ég er mikill fan af Zac, sko en ég hef eitthvað ekki dottið inn í hana ég veit í rauninu bara ekkert hvað hann að gera nei, sástu ekki vídeoðinu á TikTok en daginn eitthvað, hún var eitthvað nei bladur COVID og eitthvað jú, það var bara, er það ekki bara tekið úr livestreamin hennar sem ég tók fyrir í TV-kuna það var náttúrulega bara ömulegt hún náttúrulega bara, þú veist, fyrir þá sem veit ekki hvað það var þá var hann að tala, hún var með livestream í gangi og hún var að tala bara eitthvað svona ok, já, ég veit að það er COVID og það er hræðilegt og fólk mun deyja en það er bara þannig, lífið er bara þannig já, maður bara svona hvað þú nýbúin að skella á þetta var alveg mjög viðkvæmt og líka bara, fyrir ekki aðsakið ef við getum komið í veg fyrir að fólk deyja þá munum við koma til að gera það þetta er ekki eitthvað, ok en já, þannig að ég er alveg sammálaður en það er ekki bara það er bara eitt dæmi svo erum bara svona
Já, bara meh. Ok. Horfður ekki á High School Musical? Horfði ég? Ok, varstu Já, fan? Ok, já, svo ég var þetta fan. Ég ekki fan. Ég var fan, sko. Ok. Já. Það er svona jökulega fan af Zac. Já, ég fan Zac þrátt fyrir að... Hann hafi verið High School Musical. Já. Þú hugsar þetta þannig og ég fan að því hann var. Já. Tvendólíkt. Já, svo nokkri sem segja sem er skrúllett, Sherry og Ed Sheeran. Ég þekki það ekki. Nei, þau eru bara hjón, þau eru ekki það opinber. Já, ég sá, ég er búin að sjá í TV-kunar. Einmitt, voru eignast bad. Já, bara sætt, krúllegt, mér finnst það sætt par. Já. Justin B og Hailey. Já, mér finnst það pínum krúllegt. Veit ekki hvort það mun endast. Nei, vonum það, þau eru gift. Ég 100% vona það, en það er eitthvað svona, ég veit ekki hvernig... Þú ert ekki alveg viss? Nei, sem er eitthvað... Ég er ekki með neitt skúp, sko, ég veit ekkert. Þetta er bara instinkt. Já, þetta bara gerðist eitthvað svo hratt. Já, mjög. En ég veit ekki, kannski er það bara... Þau að fara gegnum helling saman og okkur. Já, það er bara aðrir sem segja, sko, í þessu pólleifinu, sem segja Justin Bieber og Selena. Ég er ekki Selena úr vagninum, sko. Nei. Ég veit ekki alveg með mig og þessar Disney-stjórnum þessum tíma. Nei, þú hattar Disney. Já, greinlega. Nei, ég elskar Disney. Já. Nei, en þú veist, þetta er bara alls konar skoðanir sem fólk hefur. Já, þetta er áhugavert. Þetta er áhugavert, sko. En ég er alveg Já, þetta er örgulega svona þessi High School Musical kynslóð sem er að svara þessu Það geti vel verið, sko. En ég er náttúrulega á þeirri kynslóð en ég var bara ekki þar. Varst ekki þar? Þetta ekki, bara ekki einu sinni í korter, sko. Nei. Ég bara var alveg, nei. Eigum að bera sama listan okkar af hverju deytu einu sinni. Það er gleymd Hollywood pör. Það er alveg mjög líklegt fyrir sem eitthvað er sama. Alveg mjög. Af því að, það er ekkert svo margir gleymdir. Nei. Eins og vorum að tala um á Tristan og Chloe, þetta er ekkert gleymt. Nei. Skilur eru bara ekki, þau eru ennþá saman. Þetta var umlegt dæmi, en Chris Humphries og Kim, þetta er ekkert gleymt. Chris Humphrey, já, Anna sem hún giftist í korter. Já. Það er ekkert gleymt. Jú, nei, einmitt. Þannig að þetta þarf að vera svolítið svona gleymt. En það gleymist að ég er mjög gleymin. Já, ok. Ég hef getið bara að skrifa það. Já. Og þú hefur bara, what? Já. Ok. En ég tók sérst bara niður þá sem að ég svona svona, what? Já, sama ég er. En ok, bara, takk þú bara fyrsta þitt og ég tek næsta. Ok. Fyrsta sem ég kom með er Ryan Gosling og Sandra Bullock. Herðu, ég sá þetta á netinu. Já. Hvað? Þau voru saman á milli 2001 og 2003, þrátt fyrir 16 ára aldursmun. Hún er eldri. Hún er mun eldri. Já. Og þetta var áður en Notebook kom út. Wow. Og þau kynntust minni mig í On a Set, skilur, fyrir mynd. Co-stars. Er það ekki algengast? Jú. Hvernig svona leikarar kynnast, myndi ég halda? Reynilega, því að það var líka sem ég vissi ekki, Sandra þetta líka Matthew McConaughey eða McConaughey og þau voru líka co-stars. Já, ok. Þannig að Sandra er fyrir workers. Já, hún bara verður ástöngin af þeim sem hún þarf að kissa í bíómynd. Já. Hei, ekkert af því. Nei, ekkert af því. Ég meina, hún er ekki ljótir meðleikar sem hún er búin að vera með. Þetta er bara mjög flotti menn. Hann kannski skilulegt. Já, eins og ég vissi þetta ekki, sko. Nei, ekki heldur. Herru, það sem ég tók hérna eftir, fyrst sem ég fannst svolítið svona spennandi, er Cameron Diaz, leikonan, eins og við þekkjum, og Alex Rodriguez. Hver er það? Ok, ég vissi myndi segja þetta, en það er ekkert skrítið, en það vita allir hver þetta er að því að núna er hann með J-Lo. Já, ok. Þetta er heitir þetta ekki hafnarbolti í Bandaríkjunum? Baseball, já. Já, er það ekki hafnarbolti í íslensku? Ég bara. Góð íslenska. Ég spyr. Já. Hann sem sagt er náttúrulega með J-Lo í dag, en hann og Cameron Diaz voru saman. Ok. Og mér finnst það bara random. Já, það er alveg smá skriði. Já, þau voru sko alveg saman frá mæ 2010 til september 2016. Vá, lengi. Já, sko on and off. Ok. Þannig að mér finnst þetta alveg frekar langt samband. Þetta er mjög langt samband í Hollywood líka, Já. sérstaklega. Þetta eru bara 20 ári í Hollywood. Bara, þú veist, vá, bara gullbrúðkaup. Já. Eitthvað, ég veit ekki. En ég líka með eitt samband með Cameron Diaz sem ég vissi ekki af. Ok. Og það er Cameron Diaz og Jared Leto. Já, hver er Jared Leto? Það er Jokerinn í Suicide Squad. Ekki original Jokerinn, þetta er Jokerinn í Suicide Squad. Oh my God. Hann leikur í fleiri myndum en ég náttúrulega ekki að tengja við þetta. Einmitt. Og já, þetta var ekki langt en þetta er svona 4 ár. Hvenær? 1999 til 2003.
Okay. Þau voru mjög low-key með það, en þau voru talin trúlofin því hún sást með $15,000 ring á Golden Globe Awards en á sama ári hættu þau saman. Shit, þessi hringar sko líka fyrir utan það að þetta ekki í lagi hvað þau kosta. Þetta rosalegt sko. Með við hvað fólk ofta trúlofa sér núti. Einmitt. Þá bara... Ætli þið selja ringana svo eða? Ég ætli að gefa tilbaka eða selja á. Örugglega gefa tilbaka. Ég heldur skilir trúlofinu ringi eða slítir trúlofinu. Ok. Já, ég þau bara trúlofa skemmt mörgum hérna mitt. Ok, þetta var geggjað sko. Gott að vera með tvent svona Cameron Diaz. Já, hún var náttúrulega líka með Timberlake sko. Já, Timberlake er búin að vera með nokkrum sko, flottum konum. Næsta sem ég skrifaði er hérna Kim K og Nick Cannon. Hver er þetta Nick Cannon? Hann er hérna rappari. Já. En hann hefur líka verið host af held í X-Factor og eitthvað þannig. Já. Hann var giftur Mariah Carey. Nei, hættu. Hann á tvíburuna með henni. Ok. Já. Er þetta kærastinn sem hún var með þegar kynlífsmyndbandi lag út? Hver? Kim? Nei, gaur, það er Ray J. Ok. Nei, ekki með í myndbandinu, af því hún var með kærasta þegar það lag út og hann meikaði það ekki. Var það ekki bara Ray J? Það gæti verið, nei, ég held að það hafi verið ekki, það var ekki maður sem var með þá, sko. Kannski var það Nick. Er ég að segja eitthvað um Kim? Ég held það. What? Já, ég þarf ekki að fara heim og skammast mín. Já, grísast bara því hotnaðu. En nei, þau deytuðu sko 2006-2007. Já. Þannig að kynlífsmyndbandi var að koma út fyrir það. Já, líklega. En það var einhver kæristu sem allavega meikaði ekki þetta myndband og þau hættu saman út af því. Ég man ekki alveg hver það var. Shit. Nei, ég veit ekki hvort það var Nick Cannon. Við verðum búin að rannsaka þetta fyrir næsta átt og skulum clarify það upp sko. Já. En já, hann var sérst giftur Mariah Carey, þetta er bara svona fyndið sko því að Kanye var í podcast-viðtali hjá hann er með podcast. Nei, það? Og hann var í viðtali hjá honum, mér finnst alltaf bara fyndið þegar svona eitthvað svona. Já. Hveðmáar sitja saman. En já, ok, segð þú mér næsta. Ok, eitt sem kom mér mjög skemmtilega óvart. Það er Robert Downey Jr. og Sarah Jessica Parker. Ég er ekki að grínast það næsta listanum mínum. Það? Já. Fattur þetta ekki magnað? Mér finnst það bara Án gríns. Bara Robert Downey Jr. þekkja hann sannlega úr Iron Man og Sarah Jessica Parker úr Sex and the City. Einmitt. Þau kynntust þegar þau voru 18 ára á settuna fyrir myndina Firstborn. Og svo þau fluttu saman inn eftir 8 vikur. Vá. Já. Þau voru saman mjög lengi, í 7 ár. Sælir. Já. Og þau hættu saman, segir sagan, út af áfengis og eiturlega fíkn hans Downey Jr. Já. Sem mjög leiðilegt og hann talar rosalega vel hann í dag. Ok, það fyrir öllu. Og svo alltaf myndirnar af þeim. Ég sá nokkrar. Ógeðslega sætar. Þau eru svo flott saman. Ángriðs ég bara svona 90s myndir mesta power couple, skilur, getur ímyndaðir. Líka Sara, skilur, 91. Hvenær kom Sex and the City út? Örugglega á þeim tíma sko. Já, þú veist, getur ímyndað hversu mikið ógeðslega mikið svona power couple það er. Já. Ég er að reyna að sjá 98 kom fyrsti þáttur. Einmitt. Og þetta er þú veist 91. Já, ok. Þeir eru hætt saman þarna. Já, það hætt saman 91. Já, þú veist, hann segir einmitt eitthvað, hann elskar hann bara meir en allt skilur, en það greinlega ekki nóg. The one that got away. Já. Kannski, fyrir honum. Já, algjörlega, en hann ber mikla virðingu fyrir henni í dag og eiginmanni hennar. Svoleiðis á það að vera. Já, 100%. Ég skrifaði þetta kom mér mikið óvart. Tom Cruise og Cher. Ég sá þetta líka, þetta var að vera við líka. Já, þetta var bara, þú veist, þau voru allt svona, eins og að kalla brief fling. Já. Bara svona stutt eitthvað svona deyta. Og aftur 16 ára aldursmunur. Já, er 16 ára líka með þeirra? Já. Vá. Sér alveg mikið eldri en hann, sko. Já, vá. En maður vissi ekki að vera svona mikið. Nei. En þetta er nú ekki mikið í Hollywood, held ég. Nei. Hann alltaf aðra reglur þar. Bara allt aðra, sko. Hún mitt fór síðan í viðtal hjá Andy Cohen. Já. Sem við elskum. Sem er úr Real Housewives of Beverly Hills. Fyrir þá sem við ekki vita. Hann er svona þáttastjórnandi þar. Og hún fór þangað og hann spyr hann eitthvað, hver eru topp 5 eitthvað sem hún hefur verið með og hún segir náttúrulega að hún var með topp
5 bara lovers, greatest lovers of all time já, og hún segir hérna að hann sem sagt Tom Cruise hefði verið í top 5 já. Það bara gott skor fyrir Tom Cruise sko. Top 5 ok, hvað næstur hjá þér? Næstur mér, ok, ég kom með eitt stuttan sem við var svona mjög fyndið Tyra Banks og Drake Hæ? Já. Ég sá þetta ekki. Þau fóru reynda bara 1 date saman. Ok. Og þau dulbúðu sig, bjöggu sig og fóru í Disney World. Nei, vá, hvað það sætt. Og það krúllegt date. Hann sagði frá þessu í Oprah eða eitthvað þannig. En hann eitthvað, ég veit ekki alveg hvort þetta hafi verið date, en ég held að þetta hafi verið date. Og fóru aldrei neitt lengra? Nei, þau eru bara vinir í dag. Ég mér langar svo að Tyra fara að giftast ekki. Já, Drake svo ógeðslega friendzona líka alltaf. Já, því miður. Já. eins og svona djókið hann. Já. En Tyra Banks ennþá í dag bara held ég makarlaus og basslaus allavega. Ok, ég sé ekki. En það ekki allir sem vilja botna eða maka. Algjörlega. Þannig bara... you go girl. Næsta sem ég skrifaði er Mila Kunis. Sástu það? Já, ég held það. Og Macaulay Culkin. Já, bara svo lengi. Home Alone stjarnan. Já, Home Alone stjarnan. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Já, þau muni allir eftir honum sem að sé Home Alone. Þetta bara aðleikarinn, skilur. Og Mila Kunis. Hann íneinu sé hann þá samt sem var. Nei, þess að við segjum við má þekkja hann bara þaðan. Og Mila Kunis sem við þekkjum bara öll úr til dæmis. Friends with Benefits. 70 Show. Já. Gift Ashton Kutcher í dag. Já. Og og svo leis. En þau voru saman. Já. Og hvað, þau voru saman í 8 ár. 8 ár. Það rosalegt. 18 og 21 árs þegar þau byrjuðu saman. Þau voru saman í 8 ár. Og Mila segir að það var hún sem fokkaði upp. Nei. Í sambandinu, jú. Segðum hvernig? Hún sagði bara, I fucked up. Það eina sem hún hafði að segja. Og það var mjög slæmt break-up. Ok. Já, en það er mjög leiðilt. Ég held að það hefur komið ykkur fréttur það að hann sé eitthvað ekki á besta stað í dag. Einmitt, en kannski fór hann í það eftir. Erum við að kenna Milu Kunis Nei, við erum ekki að kenna en þetta átti víst að hafa verið hræðilegt og hún fokkaði illa upp, sko. Ásaki orðbræðið. Já, nei. Guð minn góður. Þeir sem hlust á teboð vita að þeir geta búist við svona. Já. En hún kennir sér sambandslítinn og segir að það er hræðileg. Og hann var alltaf á mjög slæmum stað, já, eftir þetta, eða ekki? Jú, kannski á þessum tíma líka, ég veit það ekki. Já, upp úr 2011. Já, 2011. Já, jú, ég veit ekki. Maður veit ekki. En mér fannst að þetta komur óvart allavega. Já, mjög mikið, ég hafði ekki hugmynd. Ekki heldur. Ég held bara að Mila og Ashton hefði verið saman bara frá That 70 Shows bara tökunum, sko. Ég var að vona það. Ok, segð þú mér næsta. Ok, næsta hjá mér. Ok, kannski ekki gleymt. Ok. En ég ætla að taka þetta fyrir Taylor Swift og Taylor Lautner. Ég skrifa þetta líka. Hjálpi mér. Sorry, þetta var astanasta par heims. Nei, á ég að segja hvað astanasta par heims. Ok, sorry. Taylor Swift og Tom Hiddleston. Tom Hiddleston low-key. Já, þú fílaðir ekki það. Þetta voru 3 mánuðir hjá þeim. Lengstu mánuði lífsmíns. Ég var bara, hvað og ég tek það fram, segja bara proudly, ég ekki Taylor Swift fan. Nei. Það engin söngkona sem ég þoli eins lítið. En hvað með Mariah Carey? Ég held Taylor Swift sé ofar á listanum. Já, ok. Ofar, sérstaklega, being annoying. Já, hún alltaf, þú veist, in my face, skilur. Já. Hún alltaf með nýju lög. Mariah Carey bara... jólin. Já, jólin. Við elskum hann jólin. Hvað finnst þú Taylor Swift? Ég verð að vera sammála. Já, það ekki. Ég ekki á Taylor vagninum, en skulum svo taka það fram. Ég hef lengi verið í rannsóknarvinnu alls konar Hollywood-mál og Hollywood-stjörnur. Maður þarf að fara rosalega varlega það kemur að Taylor Swift. Akkur? Heldur hún sé að fara að segja með okkur, eða? Já, ég rosa hrættum að hún verði bara, já, nei, það var æði. Já. En má segja með okkur eins og hún vill. Nei, en það rosa mikið þannig að þeir sem eru Taylor fans eru bara ride or die. Já. Og þau bara, það svolítið eins og Beehive hennar Beyoncé. Það bara, ég myndi alveg taka... Swifters, eins og að kalla það. Já, ekki Swifters, jú. Það tala að þau séu svolítið svona ákvöf, eins og Beehive þér. En þannig maður þarf að fara að varlega. Já, bara, ég ekki reyna að móðga neitt. Nei. Þetta bara mín skoðun og bara sorry ef það móðgaði þig. Já. En, Jesus. Líka við verðum að vera hreinskilnar. Sorry. Já, þetta bara, þú veist, mér fannst það ræðilegt þegar við vorum saman að því bara Tom Hiddleston bara, já, one of my favorites, sko. Bara,
En það var þetta var rosalega mikið drama þó þetta voru bara 3 mánuðir. Það virðist fylgja henni. Já, ágríns. Hún hætti með Calvis eða þau hætti saman. Já, og þá bara spyrtast mynd bara nokkru dögur seinna á henni og Tom kissast á ströndinni. Hann var ekki sátt með það. Nei, stjörnur mikið átt að góma sér á ströndinni. Já, þau halda að sé bara private en það bara ekki virka. Nei, hann unfollowaði hana og blokkaði fullt af Swifters eftir þetta. Sko ég að segja það. Swifters alveg hættulegir. Þeir voru bara að senda á hann eða eitthvað. Ég myndi bara út af hann unfollowa hana eða eitthvað. Damn. Hann sagði, eða var sagt að hann sagði að hún sé bara mögulega með hann svo hún getur orðið næsta bondstelpan sko. Veitu, var hann að fara að vera bond? Já. Guð og svona calculated. Já. En pældu samt að þetta væri satt. Já. Þá er þetta ógeðslega calculated move. Já. Bara ég ætla að byrja með honum, þannig að þá er ég mögulega kannski. En hún segir að hann hafi verið að gera þetta bara fyrir athygli sko. Og ég trúi ekki neitt. Nei. Af því að vinir hans, eða nánir aðstandi hans, segja að hann er hætt með henni. Og ég ætla að trúa því. Ok, þetta er svona gott. En þetta kom út frá Taylor Lautner og Taylor Swift. Já, þau voru svo að ég var bara að taka það fram og ég var bara að segja þetta. Já, varst þú með eitthvað skemmtilegt þau? Eða? Nei, bara þau hafi verið sumari 2009 til desember 2010. Bara að mér fannst þetta bara geðveikt random par. Þetta var svo random, þetta var alveg á Twilight tímabilinu, ekki? Já, og þetta var ekki eitthvað Taylor, mér fannst það bara, ég gæti ekki deyta eitthvað sem heitir Birta. Nei, einmitt. Þú veist, bara Birta. Já, bara saman hvernig að kallkynns, ég gæti ekki að því að bara það væri bara confused. En hann var samkvæmt heimildum að sem ég las, meira skotin í henni og vann meira í sambandinu heldur en hún. Já, ok. Hún var ekkert að leggja í þetta. Æjæj. Segir fréttamiðlanir. Segir sagan. Já. Ok. Ok, ég skal finna hérna eitt sem að ég tók fyrir. Ok. Sem er, sko, ok. Hvernig er Leonardo DiCaprio ekki búin að deyta? Byrjum þar. Þegar hann er búin að vera með mikið af, sko, fallegust konum heims. Ok, ég veit ekkert hans DiCaprio? Nei, hann er, þú veist, bara góður í að skipta kærustur. Já. En það er bara fínt, hann er bara ekki búin að finna þess að réttu. Kannski hann næri ekki að catch up með það, kannski. Já, kannski eitthvað svo leys. Ég bara veit ekki eina konu. Herðu, hann var með Blake Lively, sem var, Nei, jú, Serena úr Gossip Girl. Þau voru saman. Kona Ryan Reynolds. Einmitt. What? Ég veist ekki. Þau voru sko saman bara í nokkra mánuði samt. Og byrjuðu saman svona mæ 2011 og svo var það eiginlega hætt saman í október 2011. Já, ok. Þannig að það voru nokkra mánuðir, en þetta er bara, hann var líka með módelinu Giselle. Já. Giselle Butchen. Já, einmitt. Þannig að Leonardo er búin að vera með mörgum skvísum, sko. Það er ekki hægt að taka það af hann. Þau voru alveg saman í 5 ár. Hver, hann og Giselle? Já. Og Giselle er núna í dag með Tom Brady. Það er hann ekki NFL eða? Jú, NFL. Hann var frægustur úti í Boston, þar sem ég náttúrulega átti heima. Alltaf Tom Brady að hann spilaði fyrir ég man ekki hvað heita Boston-liðið þar í NFL. Boston-liðið í NFL. Já, sorry, Sumi, sko. En hann var að færa sig um lið og eitthvað megadrama. Já, bara magnaði og vitir eitthvað eitthvað. Ég reyndi að koma mér inn í það. I tried my best. En það fór svona. Ég man mjög vel eftir þessu módeli í gamla daga. Eða þegar við vorum yngri, en ekkert sem ég veit í dag. Nei, hún er ekkert að gera. Hún er bara góð mamma í dag og góð einkona held ég og góð kona og hún er alveg eitthvað módelast, sko. Og er pottet með eitthvað svona einlínu. Já, alveg pottet. En já, en í samlæðir, ég veit ekki mikið um hann í dag, sko. Nei, hún er allavega ekkert næs til að segja DiCaprio. Æjæj. Whoops. Það er svolítið svo leys, ok. Annað sem ég tók hérna fyrir, sem kom mér mikið á óvart. Brody Jenner, sem sagt, bróðir Kylie og Kendall Jenner. Ok. Sem sagt, áður en að Caitlyn var með Kris, sem sagt, Caitlyn pabbi þeirra, áður en hún var með Kris Jenner, þá átt hann bara aðra konur og þar til dæmis eignast hann Brody. Já. Þannig að hann er eldri bróðir Kylie og Kendall. Ok. Og hann var hann var sem sagt með Avril Lavigne. Nei, hætti. Nei. Já. Og þau voru sko saman 2010 til 2012. Það er bara ekki langt síðan. Nei, þannig einu sinni átti Kendall Jenner og Kylie Jenner mákonu sem hét Avril Lavigne. Það er mjög steikt. Finnst það ekki? Jú. Haldi hún hefði bara verið í þáttunum, að því að Brody var mikið í fyrstu seríunum, sko. Já, einmitt.
hver mann ekki eftir atrinu þegar hann kom að passa og þær voru að leika sér á súlunni. Já, hjálp. Já, hann var ekki að taka upp eða ekki? Nei, það var eitthvað vinur hans. Það er verra, sko. En þú veist, ef við höfum fengið Avril Lavigne, það hefur verið geggjað. Já, það hefur verið mjög steikt. Já, þannig að spurning hvort öll henni ástarlög séu hann. Það getur verið svolítið gaman. Já, hún er ennþá að gefa tónlist það ekki? Ég bara er nefnilega ekki alveg viss og það er eitthvað sem við þurfum að taka sér þáttum. Já. Af því að fyrir þá sem ekki vita, þá liggja grunnsendir það að Avril Lavigne sé mögulega ekki á lífi og að ykkur sé bara svona doppelgengar fyrir hana. Og hún er samt ennþá að gefa tónlist bara ekki á lífi. Já, það sé bara einhver önnur söngkona búin að læra röddin hennar og eitthvað svona. Já, en það er bara ennþá að nota nafnið hennar líka, skilur. Já, bara orðin hún. Sem hún. Já. Þetta er bara einhver conspiracy theory. Við förum auðvitað í öðrum þætti, við getum talað þetta alveg í góðan klukkutíma, sko. Einmitt. Ok, segð mér eitthvað annars skemmtilegt sem þú ert með. Ok, ég kom með mjög confusing. Ok. Madonna. Já, og Michael Jackson. Já, ég vissi það. Það? Já, ég vissi það. Ég vissi ekki. En ég hélt að vera að fara að taka það sem, og hvenær voru þau saman? 1991, þá fóru þau á date saman á Academy Awards. Já. Við fórum saman nokkur date saman, bara svona á svona events. Já, þetta hefur alveg verið mikið rætt, sko. Já, það? Já. Ok, ég hafði ekki hugmynd. Ég vona að sé ykkur fleiri sem hafði ekki hugmynd. Pottet. En ég skrifa nefnilega líka Madonnu. Veitu hvað ár sagði eftir þetta væri? 91. Hún fór sína að deyta einhvern annan 4 mánuð seinna. Ok. Engan annan en Tupac. Nei, jú. What? Ég veit. Þetta er ógeðslega skrítið. Þetta er ógeðslega skrítið. Það kom ég mikið óvart, sko. Ég hefði heyrt Michael Jackson því það voru ofta eitthvað svona sögsagnir. Hún postaði líka myndum daginn eða eitthvað svona throwback. Já. Af því að svo hefur hún oft sagt eitthvað svona að mig minnir, nei, við vorum vinir, þú veist, það er eitthvað svona gett mikið confusion, voru þið eitthvað, þú veist, bla bla bla. Einmitt. En 95 allan er hún sérst, þú veist, er hún mikið með Tupac. Ok. Hann er líka spurning hvort að hann sé ennþá á lífi. Einmitt. Var hún líka með Elvis? Nei, bara þú veist, alla þessi legends. Já, einmitt. Nei, Tupac. Þetta er sjokk. Þetta er svolítið sjokk, sko. Mér finnst hún verið svo, allt er svona, þau verið svona mjög ólíka týpur. Mjög ólíka týpur. En það er bara skemmtilegt. En þau bæði mjög flott og alveg pík bara á þessum tíma, sko. Já, bara pík tíminn þeirra einmitt, bara nákvæmlega. Þú veist, en er það ekki oft þannig? Þeir sem eru frægastir eru saman? Já, þetta er alltaf mikið hannig. Já, Kim og Kanye, gott dæmi. Frægust saman. Ok, maður sjá, þetta var skemmtilegt Madonnu. Já. Ég tók sko Zoe Kravitz, veist hvað það er? Er það... Hún er gift Aquaman í dag. Hvað heitir hann aftur? Ég veit ekki hvað leikurinn heitir. Ég man það ekki. Ekki, hann er gett svona vöðvasteltur og mjög flottur maður. Hann kom til Íslands. Já. Jason Momoa. Wow. Jason Momoa. Mimosa. Hún sérst gift honum. Ok. Og í dag. Okay. En 2011, og hún er leikona líka, sko, leikur í Big Little Lies og alls konar þáttum. Okay. Og alls konar myndum. Já, ok. En hún árið 2011 var með Penn Badgley. Ég er að segja þetta vitlaust. Allan Penn Badgley. Veist hvað það er? Er það Dan? Já, það er Dan úr Gossip Girl. Sorry, en ég sá bara myndaðum og ég var bara eitthvað... Var hann bara með líf fyrir Gossip Girl? Hvernig var það, segir þau? 2011. Ok. Bara það er þegar Gossip Girl er happening. Ok. Og þau voru bara áttu íbúð, voru saman í íbúð eða byggu saman og allt það og bara, mér finnst það svo þegar þú sér myndaðum þeim, þá var ég bara svona ég geta sagt ykkur tveim að þið ætti ekki að byrja saman. Þetta er bara, ég sé ekki, hún er svo ógeðslega mikið svona nett típa, þannig að mér finnst hún passa svo fullkomlega með Jason Momoa. Ég er bara eitthvað vákaður cool saman. Já, mjög töff par. Mjög töff par og Penn er líka alveg cool á sinn hátt. Hann er svona svo, hann er bara eyðileggja mig, sko, eftir ég bara get ekki hort á hann lengur. Já, einmitt. Bara Gossip Girl er ruined. Að það svo leys. Þegar ég sé Dan í Gossip Girl, hann er líka bara sami karakter. Ok, rindar, true. Ok, good point. Já. En já, ég bara, sorry, þetta var par sem að passa ekki saman fyrir mér. Nei. Ég er líka með eitt svona sem er mjög skrítið en samt svona stuttan. Okay. Jennifer Aniston og Paul Rudd. Hver er Paul Rudd? Ant-Man, leikur í Friends, Mike í Friends. Já. Oh my god. Þau voru, sem sagt, bara eitthvað, það vissi enginn að því samt, en þau, Já, hann er líkur að How I Met Your Mother. Hann er bara, How I Met Your Mother? Nei. Jú. Nei. Nei.
Hvað er að segja? Hann er ekki ertu viss? Ég man alltaf ekki eftir hann var lítur að auka hlutverk, það? Hann er ekki aðalhlutverki. Nei. Hver er það? Ég veit ekki hvað hann heitir, það Ted. Já. Nei, hann er ekki Ted. Hverju Hann leikur í líkir? ókýrslega mörgum grínmyndum. Já, ég er að horfa á hann sko, en Hann leikur Ant-Man, byrð það? Já, ég veit það. Já. Ég sé það. Ok, það er einhver allt annars sem leikur aðalhlutverki í How I Met Your Mother. Er ég bara, sorry, það er bara allt annars. Já. Ég horfði ekki á svo þætti, ég er að bulla eitthvað sko. Nei, ég elska Paul Rudd, mér finnst hann geggjaður. Mér finnst hann alltaf svo fyndinn og... Hann er mjög fyndinn. Já. Og þau voru þess bara geðgóðu vinir og það var ekki sem spurði hana hvort það væri skrítið að þau kysstust í einhverju myndi eða hvað hvort það væri skrítið að kyssa vin hérna on screen. Það sagði hann bara, nei, við erum búin að vera að kyssast í mörg ár. Það var alltaf bara, En þetta er mjög steikt par hos mér. Já, ég sammála. Þau eru bæði svona, auðvitað ekki. Svona einhver jolly og eitthvað hvernig tóku eitthvað eru alvarlega og eitthvað svona þannig. Það er mjög skemmtilegt par. Já, pottet. Ég skrifaði hérna Chelsea Handler, veist hvað það er? Hún er svona ljósærð, hún hérna er svona þekkt fyrir að vera, hún til dæmis með, hún er þáttastjórnandi. Hérna, ég ætla að reyna að finna, hún er mjög, hún er líka leikona. Ok. Og allt það, en svona meira comedian, hún er amerísk. Ok. Og hérna, hún er svona þekkt fyrir kannski Chelsea Lately sem er þátturinn hennar. Já, ég man eftir þeim. Hún er bara svona, hún er ljósærð, bara sæt, mjög svona, hvað maður segir maður svona umdilt. Sumir fílana bara alveg í botn, aðri bara alls ekki. Ok. En hérna hún og eitthvað sem komur mikið óvart, af því hún er svo outspoken og hún er svo ógeðslega mikið svona out there og er bara eins og segi, mikið out there og svona ekki típan sem ég myndi halda að 50 Cent myndi vera með. Nei. Jú. Ha? 50 minn? 50 sko. Sorry, ég Og er hún svona geð svona þú veist, hvernig er hún? Nei, hún er rosa svona outspoken og hann alltaf líka. Ég veit að þess að var ég bara sko. Ég var til að vera að fluga vegg og bara svona í rökræmum í hvað var í matinn. Þau eru bara alltaf líka bara espað og upp í hverju öðru að vera bara að posta ykkur svo Instagram eða 50 Cent, það er bara comedy. Hilarious. Það er hilarious. Já, hilarious. En það komið mikið óvart um þetta, hérna, bara þau tvö hefði verið saman. Bara hún hefði viljað vera með honum og hann með henni. Bara komið mikið óvart, sko. Já. Ég veit ekkert svona dating life 50, sko. Nei, það er svona minna. Hann ásand alveg börn og svona. Já, ok. En hann hérna... En er hann giftur? Vist það? Ég held hann sé ekki giftur í dag. Nei. Ég er nú bara ekki alveg viss. Það þarf eitthvað aðeins að kynna sig hvað 50 er að gera, sko. Ég veit að hann er að gera power þættina. Já. Þeir eru geggjaðir. Bara, eða ekki búin að sjá hann bara horfa á hann núna. Ég þarf að byrja á þeim. Já, svo góður. Já. Ég bara fekk svona nýtt innsýn af 50 þá, sko. Ég var bara svona, já, hann er náttúrulega geggjaður leikari. Já, maður er smá búin að gleyma hann, smá. Já. Svo kemur hann bara, eða þú fylgir hann með Instagram og gleymir hann ekki neitt. Nei, ég var nefnilega ekki fylgja hann áður en ég byrjaði að horfa power, sko. Ok. En hérna, já, sem sagt, 50 er ekki giftin einum í dag, verðist þeirra. En þetta komið mikið ár. Þau voru bara stutt saman árið 2010, en voru hann með public með það. Ok. Stærlega myndaði kyssast upp í rúmi og eitthvað. Já, ok. Fyndið er svona sum pörur þannig, þú veist, á hérna í Hollywood sum ekki. Þú veist, svo var sami aðilinn. Var svona, af hverju eru þið svona public en ekki þau var svona þessum? Af hverju eru þið secretive? Nákvæmlega. Það er kannski bara sumir sem fílaði ekki. Já, þú veist, það hlýtur að vera það. Já. Þú veist, þú gefur svo mikið færa á að skjóta eitthvað á þig. Einmitt. Þannig að kannski er það sniður að vera Ég myndi halda það, sko. Það er það búið þetta sniður að fyrir bara geður svona skilur, en svo líka spurning, stundum langa manni bara. Að fyrst, maður fer ykkur að gegja ferð með makarinn sínum til, ég veit ekki, eitthvert, Mykonos eitthvað, ég veit ekki, að fyrst, deila mynd saman. Nákvæmlega, hvað ekki? Já, ég sé ekkert að því heldur, sko. En ég held að sé bara því að þá, þegar þetta alltaf rekordið er bara strax, þó að svo kannski hætti það saman til 2 mánuði eða eitthvað. Einmitt, ég veit ekki. Hvað hérna, en ok, so what að við erum að deyta marga. Einmitt, hvað er að því? Ég má alveg vera með langt rekord. Já, það gera svo viðspyrt það. Nákvæmlega, já, takk. Við saman í 6 ár, ekki má gera mikið. Hérna, já, ertu með eitthvað meira? Ég er komin. Þú ert komin? Já, ég er komin endan. Ég tók náttúrulega bara fram hérna, Mariah Carey og Eminem hafi verið að deyta. Já, við skulum bara gleyma því. Já, það er hérna... Það má bara vera gleymt. Eins og Tom Hiddleston og Taylor Swift. Já, einmitt. Nei, tjók. Það er ekki til samt neinn myndaðum saman, Mariah Carey og Eminem, sko. Okay. Og eins og þú veist, þá, hún hefur verið bara alltaf að neita fyrir þetta, bara, nip, we never dated, alveg hérna, sko.
Mariah, já. Var það ekki hún sem gerði lagið hana Jú, Why hún You So sem- Obsessed With Me? Hún gerði þess að sagt máli nefnilega að hann byrjar á því að nefna hann einhvers þar, sko, þau eru að deyta eitthvað aðeins fyrir 2002, eitthvað, þú veist, og eru pottet bara eitthvað að deyta, fling, svo saman, eitthvað svona, bara stóri tónlistamenn á þeim tíma, Mariah var náttúrulega bara mjög stór í kringum 2000, Algjörlega. bara algjör 90s dífa Algjörlega. og hann er á okkur tónleikum með, í einhverju lagi gefa hann í skinn, í laginu Superman Já, ok. sem er bara geggjalag, Já. ok, úslega sexist í dag en þetta var geggjalag á þeim tíma Já. og þar segir einhver línu með Mariah þá fer hún í einhvern afneitunarleik og þá fer hann aftur bara á okkur tónleikum með einhver öðru lagi segja, jú, við vorum víst eitthvað svona og og svo byrjar hann sem sagt, og í Superman laginu þá sem setur hann inn svona tape, hann á sem sagt til upptökur af henni segja eitthvað svona I love you, eitthvað svona og það er í laginu Nei. og svo kemur hún út með lag mikið setna sem heitir Obsessed sem er bara svona Why are you so obsessed with me? Þú veist, Syngdu það? Nei Nei, ég ætla ekki að syngja það bara því að sko, hún gæti sko copyrighta okkur Meina Já, annars hefði ég alveg sungja Þú er samt alveg mjög góð að synga Já, takk, einmitt Nei, sem sagt hún gefur út það lag Já. og svo er hann einmitt bara að gefur hann út warning eftir það og er bara eitthvað heyrðu, fucking passaði þig og hann segir það, ég er ekki að vera rút hann segir bara, fucking passaði þig já, upptökur á þér að gera X, Y and Z þú vilt ekki að fara neitt hættu að ljúga Oh my god og síðan þá hefur hann svolítið bara laid low Já, bara gott já, bara ekkert verið mikið að tala um þetta sko en þetta var einmitt bara svona það helsta sem að sko ég tók niður líka Já. Þetta var skemmtilegt þetta var mjög skemmtilegt já, sömulegis, ég vissi lítið af þessu sko Hvað var svona þitt mest sjokkrandi eftir þetta allt? Hvað myndi ég segja sko Tom Cruise og sér Já. komir mikið óvart Mjög mikið óvart Það er líka bara skrítið að sjá myndið þeim saman já, það voru náttúrulega enga myndir þetta kom upp bara 20 árum setna já, það er svona til eitthvað svona mynd þar sem þau eru bæði tala saman svo fannst mér líka bara að því ég vissi lítið um Eyrot eða Alex Rodriguez sem er með J-Lo það er gaman að vita að hann hafi verið með Cameron Diaz það var bara pínskendlegt svona að því ég veit mikið um J-Lo en veit lítið um ég vissi ekki neitt um hann nei, einmitt bara mjög lítið nema að hann væri bara með J-Lo Nógla Já, mjög Robert Downey Jr. og Sarah Jessica Parker skemmtilegast sko. Það er líka bara til svo mikið að skemmtilega myndum að ég var svona að sé þetta fyrir mér Það er líka par sem við hefðum alveg viljað að vera ennþá saman í dag Skilur Núna Já, ég hefði núna ekki getað sagt þetta áður Ekki heldur sko. Ekki heldur Og svo náttúrulega alltaf gaman af Macaulay Culkin úr Home Alone sérni og Mila Kunis Það var mjög skemmtilegt En ég get ekki sagt að ég hefði viljað þessu saman í dag Ég vil Aston og Ég er mikið fan af Aston og Mila Kunis En svo er svo gaman, við erum að tala um daginn eins og hann segja að við oft eigum samræður sem við erum bara eitthvað ekki að taka upp bara ekki að tala saman Nei Þá erum við að tala um að Aston var náttúrulega giftur Demi Moore sem er leikona, mjög fræg leikona og hún var með Bruce Lee og eitthvað og þau voru gift Hún var mikið eldri en hann eða ekki Jú, þau voru hún var mikið eldri og hún átti börn fyrir með Bruce Lee og svona og þeim langaði eignast börn saman hún gataði ekki vist á þeim tíma en en þá í dag hún bara orðið mikið eldri og bara allt öðru þessu og bara ekki saman stað í lífinu Nei, í raunin ekki en þau voru saman en svo náttúrulega skildu þau en ég var að segja frá þau voru gift ég var að segja frá þeim daginn hvernig hún átti þess á framhjóhaldi oh my god, það var sérst þannig fyrir þá sem ekki vita er að hún, sérst, og ég held að marga stjörnur sér segar þetta hlýtur að vera eru með kveikt á Google Alert sem þýðir það að ég get fengið tilkynningu í síma minn eða bara á mailum mitt eða hvað sem er ef það er skrifað eitthvað nafni mitt á netið þetta er svo klikkað bara, akkur er maður ekki með þetta á bara já, þú veist, náttúrulega myndi enginn skrifa neitt um mig jú, bara elska mín það er fullt um þessu nei, þá vil ég held ekki bara vita kannski vil maður ekki hafa þetta en ég held að sé hættir að filtra þetta þannig að ég er nokkuð vissum að hún hafi kannski valið sér bara þú veist, TMC og svona stærstu miðlana og vera bara með á sínu nafni örugglega nafninu á börninu sínum örugglega nafninu á Bruce Lee og svo var hún með nafnið hans Aston Kutcher ok, svo er hún bara heima á sér og þá fær hún tilkynningu Aston Kutcher að halda fram hjá Demi Moore og þannig fréttur hún að framhjóhaldi
Pældu í þessu. Pældu Var það mynd í þessu. af honum með einhverju skvísu eða? Já, það var eitthvað sem gaf þetta upp sko. Já, og svo bara leiðilegt Já. að ég hef ekki, þú veist, maður veit ekki að hann sé svona vondur maður. Nei, Framhjáaldari. nei, þetta er náttúrulega bara ömulegt en þau Já. voru sko, þeirra samband var ég myndi ekki nota orðið brenglaða því að það er mjög lítið brenglað í Hollywood, það eru bara Já. aðra reglur þar Já, algjörlega. en þau voru oft í svona þrísomum og þannig Já, ok. og hún segir frá því bara opinberlega í bókinu sinni sem hún nýlega búin að Já. gefa út að þau voru alveg með svona frekar bara svona Svo opið samband þá, Já, ekki opið, gerðu Nei. þetta alltaf saman Já, þannig að ok, það er mikill ok. skellu fyrir hana þegar hann fór og gerði þetta eitthvað einn, skilur en þannig að kannski já. á okkar stöðlum væri þetta kannski pínu brenglað Já, einmitt. ég veit það ekki, Já. kannski bara Ísland er náttúrulega oflítið land fyrir eitthvað svona held ég, Já, maður veit aldrei. maður veit ekki Allir eru En- með sitt bara. nákvæmlega, en þannig frétt hún alltaf að manninu sínum vera að halda framjá Það er umlegt. umulegt, En hún vissi það allavega á undan áður en... hún var svo samtíma á almenningur Já, það er enda hræðilegt. En hún er ekki bara hætt með honum, skilur að því að hann var greiðlega ekki sein neitt. nei, nákvæmlega, Bara labba út bara með allt töskunum Hann og að- læsa eftir sér. jáp, bara bless herru, þetta var geggjað Já, ég er ánægð með þetta topic, hverju deytuðu einu sinni skemmtilegt topic. og svo mörg skemmtilega topic upcoming sko. Við erum nóg til. Já, ég hlakka ógeðslega mikið að fara yfir þetta og líka bara fyrir þá sem að eru hérna að hlusta og horfa að taki þátt í svona skoðunum okkar á hérna Instagram því það verður gaman að inklúti ykkur og fá í rauninni bara point of view að fleiri fólki heldur en bara okkur Það er mjög skemmtilegt. það er mjög skemmtilegt og hérna svo eigum við til með að fá marga skemmtilega gesti Já. sem ég er mjög spennt fyrir Sem passa mikið við málefnin okkar sem við erum bara að taka fyrir. Já, á þeim tíma. Já. Þannig að ef við tökum málefni sem passar við X einstakling, þá verður sá X einstaklingur hér inni. Og við erum strax komið fullt af einstaklingar sem að vilja koma í þáttinn. Og það veit ekki margir að þessu núna. Nei, sem er magnað. Já. En ekki samt vera eitthvað svona upphæpa okkur, þú veist, Kim má ekki eftir að vera þannig að við tökum Kardashian Hey. þátt. Gæti Hey, you never know. Never say never. Never say never. En þetta var fyrsti þáttur af tilbúinu. Takk fyrir að hlusta eða horfa. Takk fyrir okkur. Og svo bara sjáumst við aftur í næsta þætti. Já.